Góðan blessaðan, verið velkomin í Kók-stúdíóið í kaffispjallið sem án kaffi í dag, því miður, það kemur næst. Góður gestur, Ásgeir Orri, Markvörður Keflavíkur, velkomin. Já, takk fyrir það. Hvernig líður? Bara mjög vel, bara mjög brattur, Já, erfiður síðasti leikur, þetta er tekið upp nokkrum dögum eftir leik á Kópavogsvelli. Viltu fara eitthvað nánar út í það núna eða viltu bíða með það? Maður vil ekkert vera að segja mikið, Okay. Já, bara, þú veist, fín framistæða frá okkur og þú veist, við áttum bara helviti góða leik, en já, því miður þurfti að fara eins og það átti að fara, þannig að ekki, ég vil ekki fara meira út í það. Nei, það er líka algjör óþarfi. Við ætlum að fara yfir margt og mikið og við byrjum svolítið að pæla hvernig fólk byrjaði marki, af hverju er marki. Ég veit ekki betur en að þú hafi byrjað með seint í marki. Er það rétt hjá mér? Já, það passa alveg. Ég byrjaði sem sagt, ég með ákveðin grunn í markinu þegar ég var, því ég man eftir mig, þá var ég í marki. Ok, bara sem polli þá? Já, bara sem polli, bara á sjálfmótinu. Ok. Þar var ég í marki og síðan í fjórða flokki þá fannst mér ekki gaman, þannig að ég hætti. Ok. Og var þá útileikmaður í 4 ár eða eitthvað svoleiðis. Okay. Og byrjaði síðan aftur í marki í öðru flokki. Öðru ári í öðru flokki. Öðru ári í öðru flokki? Öðru ári í öðru flokki, já. Það er guðuruglað, þá er oft búið að taka ákvörðun bara hvort að menn færi meistaraflokk eða ekki. Já, það er alveg fyndið að segja það, út af því að þjálfarinn á þeim tíma, ég var í Njarðvík. Þjálfarinn á þeim tíma sagði, ég kom upp á honum og sagði, að ef mér langaði að breyta stöðu, fara aftur í marki. Og hann bara, nei, þú ert komin í annað ári í öðru flokki, það gengur ekkert að breyta stöðu, Ég persónulega er eiginlega sammála þjálfarinn, en þú veist, þið eru núna, það er hægt að segja að þú sért að feta í fótspor Hákons kannski að einhverju leyti. Já. Raps þarf að segja sem Já, einmitt. Það menn byrja seint og það kannski, það loðir samt oft við Íslendinga, við erum þið sem náðu langt, sumir gera það ekki, sumir gera það. Það er oft bara svona íþróttagrunnur. Ertu með hann? Varstu í öðrum íþróttum? Þú veist, maður var ekki í körfu þegar maður yngri líka, þú veist, maður var í fótboltakörfu. Þú segir eitthvað í körfu, varstu að æfa full on körfun og veitnar eða varstu bara að hoppa inn hér og þar? Ég bara hoppa inn hér og þar, Ok. Þú ferð í marki í Njarðvík, hvenær skiptir í Keflavík? Þegar ég skipti yfir í marki. Af hverju? Þeir fréttu að ég var að fara í marki eða Keflavík og þá köður að bjóða mér samning. Bara strax? Já. Sælir kæli, ok. Já, þannig Hvað það er veistu eitthvað hver var á baku það? Var það Ómar Jó eða var það einhver bara innan Keflavíkur sem var að tóka sákvörðun? Það er alveg örugglega Ómar, Eða kannski Sjúli líka. Já. Komum kannski aðeins inn á þá félagana eftir. Já. Og aðra markmenn Keflavíkur. Ok, ég var samt beðinn að spyrja þig, ef þú hefðir haldið áfram að vera úti spilari, heldur þú væri í bestu deildinni í dag? Nei. Maður er með hraðan og snerpun og allt það, en ég var bara í B-liðinu í Njarðvík, og komast ekkert lengra, Góð ákvörðun að skipta? Já, ekki, já. Já, ég held það líka. Ég er samt mjög forvitin að vita, fyrir okkur sem búum í Reykjavík, þá er Reykjanesbær svolítið bara ein heild. En fyrir fólk sem býr í honum, þá er eitthvað lína sem skiptir þessu í Keflavík og Njarðvík. Já. Hvernig var þessu tekið þegar þú ákvaðst að hoppa yfir? Maður var kallaður snákur og allt svona bara, en það var hann bara joke, já, þú veist, þið tók ekkert eitthvað illa í það þannig, Ok, eins og þú varst bara í B-liðinu, svo kannski verðum alveg sama. Já, nei, ég mitt. Síðan þessi stutti eftir að ég fór í markið, þá fór ég á reynslu á Ítalíu og eftir það var ég valinn í landsliði í einhverja æfingaleiki. Og vinirnir voru bara svona skildu þá svona ákvörðun af hverju ég fór í Keflavík og fór aftur í markið. Hvað var einhver ástæða samt fyrir þessu ákvörðun? Bara heyrðu, ég nægi ekki lengra sem framherji eða hvað var? Eða var það bara eitthvað með langt, ég veit að ég er betri í marki heldur en ég get orðið betri í marki heldur en ég get orðið sem útileikmaður. Já, ég var bara vantarlega í B-liðinu í Njarðvík og ég var bara bara dúmskóla á TikTok eða eitthvað og ég var bara, ég vil ekki fara bara aftur í markið. Okay. Og þá tók ég spjallið við þjálfarann
rest is history, sko. Já, þetta góð saga, sko. Já, þetta það nefnilega, sko. Ok, myndirðu segja og hann fær að taka þetta, þú veist, ég ætla að gíska á leikmaður með fullri virðingu fyrir Njarðvík og því góða starfi sem unni í Njarðvík. Ég ætla að gíska á leikmaður í B-lið Njarðvíkur sé kannski ekki með svona atvinnumanna hugafar eða þú veist, eitthvað svona elite mindset, eitthvað átt kalla þetta. Þú veist, það, þú veist, ég ætla að gíska að þú sért þar í dag. Já. Ég var svona eiginlega áætla það leikmann í bestu deildinni að setja. En spurningin er, þú veist, er það eitthvað svo tilengar eiginlega strax og ferðið eftir Keflavíkur eða er það eitthvað sem er komið, þú veist, hægt og rólega kannski síðan? Þú veist, ég hef alltaf verið, skilur við, með þetta mentality, þú veist, að ég vilja fara langt, skilur við. Okay. Þannig að, þú veist, maður var alltaf að taka auka eftir æfingar eða fyrir æfingar eða ekki á æfingum. Okay. Þannig að ég hef alltaf verið, þú veist, með metnaðinn fyrir því sem ég geri ekki bara í fótbolta, sko. Þannig að... Ok, all right. Það svarar spurningunni mjög vel. Þú lendir, nú þegar ég er mjög liðlegur að áætla ár, þannig ég er að reyna að áætla. Þú spilar aðeins í bestu þegar Keflavík skítfellur. Það eru komin þá hvað, það er í hitti fyrra, er það 3 ár síðan? Já. Hitti fyrra? Ekki síðast tímabil, heldur þar, eða hvað var? Ekki síðast tímabil. Nei, það er 2 tímabili. Já, 2 tímabili áður. Af því svo meiðist, svo slítur krossband eða hvað? Já, ég tek ekki þátt í fyrra, mótið í fyrra. Já, en er það krossband eða? Það er krossband, já. Ok, er það eitthvað verið að, hvernig var, þú veist, hvernig var svo tilfinning einhvern veginn að vera búinn að fá eitthvað svona smjörþef og ef ég skildi þetta rétt svona vera eiginlega orðin númer 1 mögulega í það að lenda í, þú veist, krossbandi og einhvern veginn fara bara á einhvern 0 punkt. Þú veist, endurhæfingin og allt það var alveg erfið, sko. Það var alltaf reynir á mentali, sko. En þú veist, þegar ég var komin aftur á skriðið þá var maður svona hræddur með stefnubreytingar eða allt svona. Þannig að, þú veist, smá svona óöryggi. En, þú veist, þetta hefur engin áhrif á mig núna, sko. Ok, ef þetta haft einhver áhrif, þú veist, eins og talar hérna, þú talar snerpu og kraft og það er svona bæði það sem ég séð og kannski fengið að vita er að þú veist, það er það sem að gerir þig umögulega þegar markmann eins og ert. Þú veist, ertu bara að ná fullum styrk eða finnst þér ennþá verið eitthvað, þú veist, eitthvað sem að þú getur ennþá svona náð upp aftur? Nei, ég held að ég sé, já, ég er komið að fulla styrk. Ok. Varðandi þetta, sko. Ok. Kannski aðeins meira um þessi meiðsli, það er svona, þú veist, fyrir þá sem hafa ekki meiðst svona, þetta er næstu ár bara af endurhæfingu og einhverjum viðbjóði. Það var eitthvað svona, þú veist, lágpunktur einhvern mann í miðjan vetur þar sem varst bara, heyrðu, þú jöfnvelin ég þess ekki. Sko, nei, ég myndi ekki segja það, sko. Þú veist, maður svona reyndi bara að fara í ræktina á hverjum einasta degi, bara, þú veist, og gerði sitt þessar endurhæfingar sem var ógeðslega leiðilegt, sko. En þú veist, það kom svona einn dagur sem ég nenni ekki ræktina, eða skilur við. En ég myndi ekki segja að það var eitthvað tímabil, vika eða mánuði sem maður bara nennti ekki neinu, sko. Ok. Þannig að, eins og ég segi, ég er alltaf með mikið vetta sem ég geri. Já. Þannig að, færður hann bara yfir á endurhæfinguna, basically? Já, heila, sko. Og svo setti ég bara hausinn annað og fór að fókusa á gólfið. Já. Ég hef heyrt mikið um þetta golf, við þurfum kannski eitthvað að ræða það eftir. Já, ok. Þú talar að þú varst valinn bara strax í ykkur yngri landsliðið. Já. Var það eitthvað sem að búið að tala við þig, þú veist, svona, heyrðu, ef þú ferð í mark, þá erum við með laus spott. Var það eitthvað sem þú fyrst að vita af? Nei, nefnilega ekki, sko. Ok. Það finnst þú forvitnilegt, þú veist, að verandi í, hvað maður segja, í þessum heimi eða hvernig þú vilt orða það. Þú veist, það er ekki oft sem maður heyrir af einhvern veginn, heyrðu, þessi byrjar að mark, ef ekki bara henda honum á landsliðsæfingu. Þú veist, þannig að þú hefur heillað eitthvað mjög fljótt eða mögulega eitthvað sem að, þú veist, vissi bara hvað þú gætir hafi verið hann að tói spotta, sko. Já, ég meina, eftir að ég fór á reynsluna á Ítalíu, það færi alltaf fréttir og það vantaði örugglega bara markmenn í landsliðið. Hvert fórstu? Venezia. Ok, hvernig var? Bara fínt, sko. Það var svolítið erfitt að vera á gervigrasi í svona hita, sko. Ok, ég trúi þér enda. Já, en jú, bara fínt, fínast aðstæða og það var enda að vinna í öllu æfingarsvæðinu þegar ég var. Okay. En jú, bara fínasta reynsla líka fyrir mig, sko. Okay.
Heldur þú að farið, þú veist, á röngum tíma, eða skilur, hefur viljað fara aðeins seinna þegar þú værir, þú veist, ég veit ekki, orðin aðeins reyndari, ekki maður segja kannski reyndur þessum aldrei, eða þú veist, fannst þetta vera bara rétt tímasetning? Sko, mér langar að segja, þú veist, að ég hefði viljað fara aðeins seinna, en, þú veist, ef ég horfa á þetta núna, þú veist, ef ég hef ekki farið á reynslu, þá held ég hef ekki farið í landsliði, sko. Okay. Þannig að ég myndi alveg segja, þú veist, þetta er bara vel tímasett að hafa farið á reynslu þá, sko. Okay. Þú ert búinn að spila 4 yngri landsleiki, ef ég á að með mandar rétt, eitthvað, þetta fleiri? Það getur örugglega passað, sko. Okay. Já, ég held að. Ert þú svekktur að þið sé ekki fleiri? Mér minnir að þetta hafi verið sko 1 í 17, 2 í 19, 1 í 21. Þetta var, það voru ekki margir í hverju margangi. Fyrsta var 19. Ok. Það var kannski bara 19 og 20. 19 og sen 1 í 20, og sen 1 í 21. Það er eitthvað svona skemmtilegt landslið. Já. Ok. Hvað hérna, er einhver annar markmaður sem er með í árgang sem hefur verið að þvælast fyrir þér? Já, ég er búinn að vera að keppast stöðuna með Dóra í KR. Og síðan er þarna Lukas í Hoffenheim. Já, þeir eru allir á sama árgangi. Já. Við erum allir á sama árgangi. Ok. En ertu sáttur með, þú veist, þennan leiki, það er verið til að vera fleiri, þetta er oft, þú veist, þessi auka, hvað maður segja, þú veist, þeir eru erlendli að horfa til Íslands, þú veist, þá dæmaður alltaf deildina, þú veist, að einhverju leiti, þetta horfum alltaf oft í að menn, þú veist, eigi yngri landsleiki og hvað geta miða kannski við, þú veist, erlend getusti, en það er svolítið oft erfitt að miða bara við bestu deildina. Já. Erum við til í fleiri landsleiki? Já, auðvitað myndum maður vilja fleiri landsleiki, sko, en já, ég myndi vilja fleiri landsleiki, en þú veist, maður byrjaði frekar seint aftur í markinu, þannig að, þú veist, ég get þú að lítið sagt, sko. Svo er það. Ok. Sko, þetta er svona grunnurinn. Það fyrir mig ekki að fara mikið meira við það. Fyrir okkar aðeins að hérna, þú talaður Sjúlla, það er Sævar Júlíusson. Sævar, já. Svo því sem ég best veit, þá er hann búinn að vera allt í öllu í markmannsþjálfun á Suðurnesjunum bara síðustu, ég veit ekki hversu mörg ár. Var hann eitthvað með því í Njarðvík bara þegar þú varst pinkulítill, eða hvernig, varstu eitthvað eftir því? Þú veist, maður man eftir nokkrum markmannsæfingum þegar maður var í Njarðvík. Okay. Síðan var líka Ingvar Jónsson, hann tók einhverja markmannsæfingar líka. Þegar hann var eitthvað að spila í Njarðvík, eða þú veist, þegar eftir hann fór... Ég man allan eftir einhverja markmannsæfingar. Ok. Nei, síðan, já, Sjúlli, hann var, markmannsþjálfari þegar maður var í Njarðvík. En það var bara svona 1 og 1 skipti, það var ekki mörg skipti, sko. Ok. Ég hef alveg heyrt, þú veist, þessi bara nafn sem ég heyrt 100 sinnum. Og einhvern veginn svona, þú veist, Ingvar, ég talaði Ingvar fyrir mörgum árum, ekki mörgum, en nokkrum árum, og þá talaði hann að, þú veist, það hefði verið maðurinn sem hefði hjálpað honum, þú veist, og þeir hefði verið, þú veist, hans eini markmannsþjálfari fyrsta árin, sko. Þannig að þetta er gott að eiga eitt svoleiðis í bæjarfélaginu. Já, klárlega, og með Sjúlla, hann kemur alltaf með einhverjar sögur, sko. Okay. Það er alltaf Ingvar, sko. Já, þannig að ef þú þjálfar einhvern veginn, þú veist, maður heldur þessi alltaf við besta fólkið, sko. Já, nákvæmlega. Okay. En þú ferður til Keflavíkur og það er bara búin að vera með Ómar Jó bara síðan. Já. Hvað, Ómar Jó er, sko, með mann með hálstatú, þá er þetta rólegast maður sem ég veit. Þetta er svo nett tatú, sko. Þetta er alltaf rosalega. Þetta er svakalegt tatú, sko. Ok, en hvernig, þú veist, bara segja, hvernig er ykkar samband? Ég ætla að gíska þið ná vel saman. Já, við Ómar náum mjög vel saman, sko. Það er bara geggjað gæði, sko. Ég held að fólk veit ekki alveg, sko, þú veist, hann var alltaf á Haugangum ringlandsleikjum. Já. Þú veist, það gleymist að hann, hvort það var Malmö þar sem hann var með Zlatan eða eitthvað orðinlega að sko gummi við að meti var, það er allan eitthvað í Zlatan tengingan, hann er svona skólast til. En svo kemur hann heim, finnst þér þið eru búin að vera að vinna saman þá eitthvað 4 ár? 3, 4? Já, bara síðan ég kom í Keflavík, sko, frá 2001. Já, ok, 5 ár. 5 ár. Ok. Ég bara svona, þú veist, hvernig, hann hefur náttúrulega augljóslega getað kennt þér margt. Er hann búin að hjálpa þér sérstaklega að reyna, þú veist, er eitthvað svona sérstakt í þínu leik sem hann hefur reynt að þróa með þér? Sko, Ómar hefur gert mjög vel sem markmannsþjálfari og með mig og með Sindra og fleiri og já, Ómar er góður með að byggja upp sjálfstraust. Ok. Hann Ég veit meina það sé grunninn hálfgerður lykill að vera markmannsþjálfari. Já, einmitt. Af því að þetta er náttúrulega nánast bara
þið þurfa að vera bestu vinir þannig að hann getur bæði gagnrýnt þig Já, en svo þannig að geta hrósað þér ég veit það. og ég er með svona smá þeórium það er lengin það er, ég held ég að sagt daginn líka sko, það er hérna Frans Höeg frá Hollandi sem var með Van Gaal á sínum tíma það var svona eini gæðin sem flakkaði eitthvað á milli eitthvað svona stóra klúbba en annars er alltaf bara besti markmann þjálfarinn hverju sinni sá sem er með besta markmannin en hann er ofta ekkert með aðra bestu markmann skilur hvað við, þess að Pep er búin að þjálfa bestu liðin bara út um allt einmitt. Ég held ekki einu sinni hann að vera með sama markmannsþjálfarinn að elta sig það hefur verið nýr Já. og gæðin svo með Alisson hjá Liverpool hann er bara komin í Saudi þetta er bara svona það er oft bara einhvern veginn, þú nærið eitthvað connection í einhvern markmann þið hjálpa ykkur öðrum einhvern veginn, hann verður bestur í heimi og þú fær fullt af kredit og svo þegar það splittast þá er einhvern veginn oft bara svona það er ekki svona markmannsþjálfari bara búa til non-stop Nei. þannig að mér finnst svona forvitinlegt að þetta er oftar en ekki bara hversu vel náðu þið saman og ég ekki gíska á að þið náðu ágætlega saman þó að þið vanti hálfstatu sko, já, nei, ég og Ómar, já, eins og ég segi, við náum alveg mjög vel saman sko. Og þú veist, ef þegar ég fer í eitthvað annað lið þá mun maður sakna Ómar sko. Já, ég trúi því. Svo er það sko, var Sindri Kristinn þú kemur fyrst? Já, hann var þegar ég var fyrst. Já, svo fer hann og kemur aftur þegar þú meiðist eða ekki? Jú, hann fer hann fer í FH og þá kemur Mattias Rósanröðnin. Já, alveg, vá, ég er búin að gleyma hann hefði mætt. Já, ok. Og þar er ég backup keeper. Ok, og svo erum við með kónginn Rúnar Gísurason. Hvenær er hann aðna 21 þá eða? Já, nei, hann var 21, jú. Sko, þrátt fyrir að vera nokkrum árum eldri en þú, ætla gíska að þið séu svona svipagrillaðir. Já, nei, Rúnar er grillaður en ég, sko. Reyndar. Hann gæti tengst eitthvað gólsögum eftir, ok. Já. En hvernig finnst þér, þú veist, Keflavík með svona, þú veist, hvað maður segja, markmannssögu, þú veist, það er ákveðin svona kúltúr í Keflavík að sé góður markmann einhvern veginn. Og þú veist, það hafa verið gegnum tíðina landsliðsmenn og allt það. Þú veist, finnst þér það eitthvað aukin pressa? Nei, ég myndi ekki segja það. Ok. Fair enough. Maður heldur bara sínu róli einhvern veginn. Já. En minnst bara, þú veist, áhugavert, það er svona nokkur lið á Íslandi sem virðast einhvern veginn bara búa til betri markmenn. Samt, þú veist, ekkert endilega sami þjálfari en eitt, það bara einhvern veginn rúll inn. Og ég velti fyrir mér hvort það sé eitthvað svona, þú veist, bara hvort sé auðveldur að vera góður, þú veist að menn hafa bara verið góður að það. Ég þekki það ekki, sko. Nei, engin pressa þannig, sko. Ok. Herru, við förum aðeins meira í Rúnar Gísurason eftir, gefum hann aðeins. Þú sem markmaður, sko, ég ætla ekki bara að segja mína skoðun strax, en ef þú ætlar að lýsa sjálfur þér sem markmanni, þá væli ég til í, þú veist, bara hvað gerir þig góðan og hvað getur gert þig ennþá betri? Sko, það sem gerir mig góðan, ég myndi segja bara tækni mig með boltan, eða skilur, þú veist, hvað ég get hvernig ég kem boltanum frá mér, bara spyrnutækni og bara traust í uppspili. Fair enough. Þannig að ég myndi ekki segja það, en þú veist, hvað getur gert mig betri? Já. Svo þú ætti bæta eitthvað í þínu leik, basically. Já, það er góð spurning, sko. Þú veist, maður er með fína staðsetningu og allt svona, hvað segir maður, the basics. Grunnatriði. Já, grunnatriði, ég er að læra þetta sjálfur. Og já, maður veit ekki, þú veist, bara stundum á maður erfitt með að lesa hvernig maður fara út úr teiknum. Valid. Og stundum misregna maður krossa og svona, en ég held að þetta kemur bara allt bara með reynslunni, sko. Gæti ekki meira sammála. Og þar kemur kannski inn á meiðslin, að þú missir ár út af, þú veist, það er alltaf vont að meiðast, það er ekki góður punktur að meiðast, en þú veist, á þessum aldri einmitt, og talaðu um hvað kemur seint inn í stöðuna, sko, þá fyrir mér er þetta svolítið, þú veist, þú áttir rauninni ár inni, það skilur hvað við, þú veist. Já, einmitt. Þar að, þú veist, ég held að Ómar sé ekkert að stressa sig þegar þú, af því að ef ég ætti að lýsa þér, þá ertu, eins og þú sagðir, þú ert mjög aggressífur í teiknum, mér langar ekki að orðið vildur, en þú veist, þú ert proaktív, sem er með vantar íslensku orði, en þú veist, fyrirbyggjandi, og það er eitthvað sem ég persónulega reyni að implementa í öll váka ég þetta mikið. Þú veist, ég reyni að koma inn í alla markmenn sem ég þjálfa og hef þjálfað. En þú veist,
að sama skapi þá veit ég alveg að þjálfa, þú veist, þó það sé einhvern landsliðsmarkmaður í 17 eða 19 eða hvað það kom alltaf mistök, af því að þetta bara reynslu heimur. Og núna vantar þig, þú veist, ón á það, þið vantar náttúrulega bara 4. og 3. flokk og eitthvað annar flokk inn í batterið, þá vantar þig líka, þú veist, ár núna síðan tókst þess ákvörðun. Þannig ég get loðað í þeirra, hvort að ef Halli að tuða eitthvað þá róma bara. Staka. En nei, mér finnst það, þú hefur sjálfur sagt að Neuer hafi breytt markmannstöðunni. Ég sko að þú hefur horfir til hans. Hann svona þín fyrirmynd í þínum markmannsstíl eða þetta eitthvað sem fyrst þú hafa tekið hérna og þaðan? Já, þú veist, ég myndi segja, markmann sem ég horfði upp til þá, það var Iker Casillas. Ég fílaði bara hversu, góður að vera í shotstopping og líka bara skemmtilegt hvað hann var ekkert mjög hávaxinn. Nei, þú veist, svo þetta smá svona eins og handboltamenn sem maður heldur að séu lágvaxnir sem eru svo bara jafn stórum að sjálfum. Hann er svo bara 1,88 eða eitthvað sko, hann er ekkert eitthvað pinkulítið en ég veit hvað átt við sko. Já, mér minna að hann var 1,83 eða eitthvað. Já, kannski, ég held ekki sko. Ég held að það sé David Raya sko. Mér minna ekki að sé aðeins stærri, en kannski er ég að fara með fleipur. Við googlum þetta eftir. Já, googlum þetta eftir. En já, Manuel Neuer, þú veist, hann klárlega breytti stöðunni, þú veist, með svíper og með tækni í fótunum. Ég myndi segja að hann klárlega breytti stöðunni, sko. Já, ég er alveg sammálaðið, það voru kannski svíperkíperar alveg til, en þeir voru meira bara að hreinsa upp eftir, þú veist. Neuer svona meira svípaði og spilaði honum. Það var ekki bara lúður honum fram, sko. Og ná, þú veist, að hann var með þennan, hann er bara með eitthvað pakka sem meikar ekkert sens. Eða skilur þú veist, bara heildar pakkin, bara þú æfir, þú getur ekki eftir þetta. Og hérna, þess að ég var að tala við Cecilie daginn, þeir eru að reyna þeir eru að reyna að gera þetta við alla í bæinn einhvern veginn, og það bara virkar ekki. Mér finnst bara svo skrítið að vera að reyna, hann er bara með hluti sem þú getur í rauninni, þú þjálfar það ekkert, þetta er alltaf bara instinkt. Og þú veist, eins og talar sendingapakka og eitthvað sem þú sjálfur nefnir með þig, og ég hef nú séð nokkur sem sumar, það er líka bara, það er eitt að þora og eitt að geta, en þú veist, svo er það bara framkvæma undir pressu og framkvæma réttum augnablikum og það er oft, þú veist, getur þjálfað eins oft og vilt, en þú veist, það þarf líka að vera bara í manneskjunni og ég held að sé, eins og sérstaklega með Neuer, þú veist, það bara er, þú getur horft á hann og verður æft alveg eins og hann og gert allt eins og hann, en þú veist, það er aldrei möguleik einhvern veginn að, þú veist, bara því að hann er eins og hann er. Nóg það. Ertu með einhvern annan markmann svo horfir á hérna heima, úti, gamlan, nýjan? Nei, ekki þannig sko. Ég reyndar að horfi lítið á fótbolta, finn það að segja. Ekki viðurkenna það hér. Nei, já, ok. Hvað, þú veist, er það af því að þið finnst að horfa nóg á hérna, þú veist bara, hvað segir við, þú veist, nóg að leikgreiningu fyrir eftir leiki, þú þarft ekki meiri fótbolta, þú veist, eða hver ástæða? Nei, ég veit ekki á hvað þetta er, ég bara fylgist ekkert með þessu, ég skilur við þannig. Ég er svo sem hefur alveg spilað með mönnum, eða þú veist, ég tekki líka menn sem hafa farið, þú veist, að spila efstöðina heima, þeir horfðu ekkert á fótbolta með þeir voru að spila sjálfir, svo þegar þeir hættu, þá oft urðu menn að þeir ótrúlegir aðdáendur, hvað meinar þið? Hvernig varst ekki, en ok. Ok, þannig að myndirðu, þú ert ekkert eitthvað að horfa á YouTube og finna eitthvað hvað þú vilt prófa eða eitthvað svoleiðis? Nei, ekkert þannig sko. Ok, alright. Já, mér finnst það, leikstíllinn mjög áhugaverður, af því mér finnst það mjög óíslensku líka. Að því leytinu til að mér finnst, þú veist, það er ekki margir markmenn jafn aggressífir og þú í teiknum. Er þetta eitthvað sem að varstu þú varst útileikmaður, varstu í hvað spili, hvað stöðu? Ég var alls staðar, ég fann mig aldrei. Ég byrjaði minnum í striker, fór á kantinn og síðan hægri bak, vinstri bak, hafsend. Varstu villtur útileikmaður líka? Varstu það bara að hlaupa bara í gön? Varstu bara að hlaupa endalaust eða varstu þú veist? Já, ég var örugglega villtur sko. Það var örugglega ástæða hverju verið BS sko. Það hlýtur að vera. Nei, ég bara þess að ég segi með svo forvitinlegt bara hvort það sé eitthvað sem er bara svona instinkt skilur, þú veist, bara viltu vera, þú veist, aggressífur, þú veist, án þess að vera það viljandi, þú veist, er þetta bara þinn leikstíl og við svona langar að, þú veist, hefur eitthvað hugmynd af hverju það er svona, eða þú veist, af því að þú verðist ekki vera eins og tala sjálf, þú veist, þú hefur alveg gert mistök, skilur, þú hefur tímasett eitthvað vitlaust, en ég get ekki séð að það hafi áhrif á þig næsta leik. Já, nei. Og það er til dæmis, sko, það er ákveðin draumur, þú veist, af því að sérstaklega með ungan leikmann bara yfir höfuð, þú veist, þú vilt aldrei ein mistök hafa áhrif, en kannski, þú veist,
því sem maður segir alltaf við leikmenn bara ef þú gerir sömu mistökin 10 sinnum þá þurfum við að tala saman. Já, þá þarf að ræða eitthvað. En mér finnst að þetta einkennir svo oft unga leikmenn, sérstaklega á þessu, menn sem að spila upp á eitthvað, skilur að eins svona, ég segi ekki stór mistök, en mistök sem kostar mark eitthvað, þá verður mannskepnan stressari og hræddari og allt það. Ekki þú? Nei, sko, það hefur verið sagt mig að má ekki vera hræddur í markmannstöðinni. Nei, það er bannað. Þú getur ekki verið að spila það safe. En það eru svona allir markmenn hræddir, sko. Þeir eru ekki hræddir, en sko, ef markmaðurinn er ekki, ég veit ekki, mér finnst svona annarkur markmaður kvíðasjúklingur einhvern veginn inn í deinni, sko, sem er ótrúlegt, annarkur markmaður er eitthvað svona, fullkomna sinni líka, sem er ótrúlegt, sko. En svo stundum ertu, með þessa gufurugluðu einstaklinga sem mér finnst samt vera svona hægt og rólega feit út. En ég myndi ekki segja að þú minnum á það, en það er þessi leikstíll er bara, mér finnst það einstakur og mér finnst það mjög forvitnilegur. Já, en eins og aggressiv í tegnum, maður er hávaxinn og maður getur stokkið hátt, þannig að af hverju ekki nýta það. Ok. Þannig að maður getur ekki verið að spila þetta safe og hangi bara á línunni. Nei. Er þetta eitthvað sem þú og Ómar hafi farið yfir? Er þetta eitthvað sem að er eitthvað annað sem að bara, ég segi, þú getur sagt að Ómar gefa punktum eða er hann bara svona að adjusta allt eftir í rauninni þínum eigin leikstíl? Já, Ómar mikið að vinna með krossa og æfingum og svona. Okay. Og á leikjum þá svona koma svona krossar og spyr ég út í hann bara út í þetta bara hvað hefði átt að fara út í þetta. Þá ræðum við bara svona stöðuna, sko. Okay. En við höfum aldrei rætt einhvern veginn hvernig leikmaður ég á að vera eða einhvern veginn svona, þetta er basically bara svona instinkt, sko. Ok. Og þið finnst meiðslin þau hafðu bara engin áhrif á, ef aftur er oft sem að, ef leikmaður meiðast þá er það oft svona, hikandi við að vera, það verður ekki bara... Nei, það hefur ekkert haft áhrif á mig, sko. Þú er gullfiska minnið það? Þú gleymir þetta bara strax? Já, eiginlega, sko. Ok. En segi, mér finnst þetta allan að svona eitt af því mest forvitna bara, því að eins og ég segi, í 90% tilvika, þú gerir alveg hluti og verð skot og ert á staðsetningu sem ég er svona, að tala mikið sjálf með, ef ég var að þjálfa þig, eða einhvern yngri, þá var ég svona, ég veit ekki með það. Já, en ég er samt með þá reglu líka að ef það sem þú gerir virkar fyrir þig í 99 skipt á 100, þá get ég ekkert sagt við þig. Nei, nákvæmlega. Ég get alveg verið, eitthvað svona, ég myndi kannski vilja þess að þú gerir eitthvað annað, en þú veist, með markmann er bara íþróttamann eða hvað það er, skilur, manneski sem gerir hluti og þau virka alltaf. Já. Þú veist, akkur þetta laga. Já, einmitt. En hins vegar er ég ekki að fara að segja, þú veist, næsta gæja í línunni, eða stelpunni hvað það er, að herru, gerðu alveg eins og hann. Já, einmitt. Því ég held ennþá að, þú veist, þetta er, þú tölum við náið, bundið við þig. En það finnst mér líka svo, þess vegna get ég talað markmannslega, bara allan daginn. Já. Af því það er svo margt, þú veist, sem segir, þú veist, bara með einn mann á toppnum hér sem gerir einhverju hluti og svo með annan sem er, þú veist, þeir eru jafn góðir en þeir eru samt bara gjörsamlega allt öðru. Já. Og mér finnst það bara... Þú veist, eins og með Neuer, skilur, þú veist, ef þú sér hann taka skuttlu, hann tekur alltaf svaka hopp. Já, hann gerir svo margt sem... Já. Ef þú myndir tala við Sjúla, hann myndi segja, nei, þetta virkar ekki, sko. Ég er sammála Sjúla, sko, ég á líka Donnarumma, skilur. Já, Donnarumma, já. Þú veist, þetta millihopp sem allir taka einhvern veginn í dag, en þú veist, það bara, þeir tímasetja sko upp á millisekundu og svo er þetta með aðra markmenn sem er bara í loftinu þegar skotið kemur, þeir eru löngu búin að lenda og þú veist, ég bara svona, það er svo margt, þetta er alltaf bara hérna, þetta er líka alltaf bara svona millimetra spursmál allt einhvern veginn í markmennslu. Herru, þú ræddir aðeins framtíðina á hann, þú ert búin að fá reynslu, þú spila einhvern Englandsleiki. Keflavík er frábær staður, en þú hlýtur að ætla þér lengra. Já, ef þú mátt segja pass. Já, nei, sko, allir sem eru uppáldinir á Íslandi og hafa spilað í Íslandi langar alltaf að spila úti í atvinnum, sko. Og það er klálega stefna sem manni langar að fara, sko. Okay. En þú kannski gerir ekki grein fyrir því að þú veist, aftur, þú ert markmaður sem byrjaði seint, þú mistir ár út í meiðslum. Ertu að flýta þér? Ertu bara svolítið að... Sko, ég myndi ekki segja að vera að flýta mér, en ég myndi segja að þessi tími sem markmaður, þá er maður svona, þú veist, líklegri til þess að fara út. Ok. En... Er það eitthvað rannsóknarvinna sem þú farið í, að þú ert með að finna út hvernig menn fara út? Nei, það er yfir þannig bara, þú veist, með unga og efnilega leikmenn, þú veist,
lið horfa svona mest einhvern veginn í þá. Já. En það er alveg punktur, sko. En þú veist, nei, ég myndi ekki að segja að ég var að drífa með þannig. Þú veist, markvarðstæðin líka þannig að við spilum lengur. Já, 100%, sko. Ég nota oft Elias Rapsen dæmi, þú veist, við talaðum markmenn, bara með, þú veist, það leit út fyrir að hann var búinn að klúðra sínum séns hjá Midtjylland, skilur, hann var kominn hann búinn að vinna stöðuna, hann tapaði henni, hann er lánaður til Portugal og svo allt í einu, þú veist, hann er 25 ára held ég, tilbaka, byrjunarlið, landslið, bara bang. Já, nákvæmlega. Það er bara svona, þú veist, þetta er svo mikið langklub, og þú veist, gæi á þínu kaliber, á þínum aldri, þú veist, eins og segir í bestu, þú veist, ykkur annari stöðu, hann er mögulega, þú veist, að dara við að fara út, eða, þú veist, whatever. En bara maður einhvern veginn, þú veist, markmenn eru alltaf í langklubi og það er bara ótrúlega satt, þú veist, flestir þjálfarar treysta bara meira eldri markmennum, þú veist, og það er engin rök fyrir því, hann gerir alveg mörg mistök og yngri markmenn þess vegna, sko, en það bara, hann er eldri. Það er basically bara eina lína, stundum er ég bara, en þú veist, hann er hinn þess að betri. Bara en hann er ungur, ég bara, það er punkturinn. En hérna, ok, mitt ráð er einmitt bara, þú veist, einmitt, ekki vera því að góðir hluti gerast hægt. Já, saman því. Ertu með eitthvað drauma, þú veist, ertu eitthvað farin að skoða svona hvert þú myndir vilja fara? Þú veist, ef þú færi allir með, sko, heldur þú sé eitthvað deild sem myndi henta þér betur en önnur, eða þú veist, eitthvað fótbolti, eða? Þú veist, ég held að næsta skref væri best að fara í Norðurlöndin. Til okkar ekki til Austur-Evrópu eins og sumir hafa stokkið beint í? Austur-Evrópu? Nei, ég held ekki. Ég verð svona ákveðna svona hugmyndum að það sé ekki besta skrifi? Nei, kannski ekki. Nei, ok. En já, ég held að Norðurlöndin sé klárlega væri þá næsta skref. Já. Og það er að segja Danmörk og Svíþjóð og þessi lönd. Já, ég held að, já, fullkomlega, sko, og maður sér líka, þú veist, að sérstaklega Svíarnir, þar verðast vera lið sem er tilbúin ekki á ungum markmönnum séns. Hákon sem er eitt besta dæmið það. Og það verður alveg einkennt önnur lið í Svíþjóð, sko. Og það finnst mér, þú veist, það er kannski eina ástæða fyrir ég að vera að pæla í bara að, þú veist, meðalaldur markmannur er bara lægri í Svíþjóð en annars staðar, sko. Já. Sem er geggjað. Já, einmitt það ekki rétt. Ok, höldum okkur, þá er það bara, sjá til hvernig hún fer til Svíþjóðar. Sko, þú varst úti lengi, þannig að þú hlýtur að eiga þér einhver uppáhaldstakaskó. Já. Og spila einhverjum ákveðnum takaskóm, þannig að við getum byrjað þar. Ok. Í hvernig skóm spilar þér? Sko, því ég var útileikmaður, þá var ég alltaf í Mercurial. Það kemur ekki á óvart. Það er einmitt fyrsta gísk. Þú vart ekki að spila í einhverjum þungum Adidas skóm. Nei, nákvæmlega. Maður var í eitthvað léttum skóm, sko. Já. En síðan þegar maður fór í markið, þá fór maður í Puma Future. Puma Future, ok. Eitthvað ástæða fyrir því, Sko, já. Það var lokamót EM með landsliðinu. Já. Og það var í þriðji markmaður þá. Ok. Í mótinu og það var gefið okkur alla liðinu taka, sko. Ok. Og það var valið á milli Puma Future og Puma Ultra eða eitthvað. Menn alveg hættir í Puma King. Já, Puma King. Það er geitin, sko. Það er grjótalega, sko. Og maður spurði snappið og hvort maður mátti að taka og meðlutinn sagði Puma Future og ég einhvern veginn haldi mig bara við það. Ok, einfalt og gott. Já. Treystu Snapchat fyrir? Ha? Ok, en ertu í Puma hönskum líka? Nei, það var enda hart, sko. En ég er í One Cloth. Ok. Þeir hafa reynst mjög vel. Ok. Þeir eru svona með nýrri, típorum á markaðnum, þá alltaf eru ótrúlega margar mismunandi típur á markaðnum, sko. Hvernig svona, þú veist, hvernig vilt þú hafa hanskana hérna? Ertu með eitthvað preference? Það er góð spurning, sko. Ég er alltaf bara með sömu hanskana, sko. Ég vil ekki hafa á strapless. Nei, sammála, óþolandi. Ég vil hafa en viltu hafa strappinn hingað upp, eins og þeir eru á sumum? Já, ég er með strappelli hérna, sko. Ok. Mér er staðið næs. Ok. Þú ert ekki sammála? Ég er á gamaldag, sko. Þetta var bara enda einhvers dag hér. Þú bara hafa hérna? Já, ég þá hérna, sko. Með spelkunnar eða? Nei, þær eru siðlausar, sko. Ég ger eitthvað þau mistök sem krakki að kaupa svona spelkuhanska. Já, ég get það ekki, sko. Ég þurfti mér vinnur ég hef skorið þær úr. Vinnur ég hef bara skorið einhvern veginn gat. Já, ok. Innan hanskana með bara losa þær, skemmti alltaf hanskana bara. En ég bara gat ekki haft þær, sko. Nei. Ok. Ég persónulega var alltaf, þú veist,
ég er að segja sömu sögn einhvern einasta hlaðvarpi. Okay. Ég myndi hafa, Shells voru mínir uppáhaldshanskar. Þeir eru breskir held ég. Shells? S-E-L-L-S. Þeir eru svona hnausþykkir. Þetta var þeir voru alltaf í enska landsliðinu Já, ok. Það var svona, þú veist, þið leið bara svo að vera að grípa boltan í einhver svona, bara í kotta. Já, ég skilji. Svo hef ég fengið alls konar hanska gegnum núna á árin. Og mér finnst sérstaklega einhver svona Adidas og Nike. Þau verður að hafa þessi þunna á hektir. Já. Ég næ því ekki, sko. Nei, ok. Vilt þú hafa það bara svona, ert þú bara með svona þunnt lag af hanska? Þú veist, ég er ekki alveg bara svona í latexhanskum bara þessu. Nei, en það mér finnst sumir að vera þannig að bara, þú veist, ég finn eitthvað vörn, skil. Ég geta bara spila án hanska, þú veist, ef þetta á ekki að vera. Nei, þú veist, ég vil ekki hafa svona þykka eins og þú nefnir. Okay. Mér finnst það bara, þú veist, þá missi ég touchið á boltanum, sko. Já, kannski breyti tímar ekki alveg, það var ekkert ekki að pæla í þessu. Nei, þessir nýju hanskar í dag, það sem þú nefnir, þú veist, ég held að þú sért að ræða hanskana sem ég er að nota, sko. Svoleiðis. Já, ég held að. Ok, fair enough. Þú veist, er þetta eitthvað, finnst þér eitthvað, þú veist, það er svo oft, núna undanfarið hefur mikil umræða vaselín og blauta velli. Já. Mér finnst hún reyndar ekki, ég held hún ekki við gervigrasa því að þá verður hanskarnir bara allir út í gúmmí, myndi ég halda. Já, ég vart með alla túbuna, en... Ég veit, það er náttúrulega í grunninn, ertu með alla túbuna held ég til að stoppa rigninguna, sko. Já, þú veist, ekki svona mikið, en þú veist, þetta er breytt leiknum fyrir mér, sko. Ok. Þetta er svo mikið, svo sem fatt upp að hessu, þetta er bara, ég veit ekki hvað, sko. Já, ég man ekki, sko, ég veit að Joe Hart gerði eitthvað fyrir löngu síðan, sko. Ég held að þetta sé samt alveg gamalt trikk, sko. Þú veist, sérstaklega þegar við erum að tala þú veist, þegar menn voru að spila bara á þungum grasvöllum í gamla daga, sko. En ok. Ég sko, Ómar, hann, þegar Mattias kom inn á, Mattias Rosenrödd, þá var hann að pröfa þetta og ég var að vinna þetta með Glove Glue eða þarna. Já, mér finnst það alltaf bara ekki líka. Já, það virkar ekki, sko. Þú veist. En, já, og Ómar pröfaði það, hann bara, já, akkur var ég búinn að fatta upp á þessu fyrr. Er þetta bara rigningu, eða nota þetta bara... Já, bara rigningu eða þurru velli, já. Þessu völlurinn líka yfirleitt bleittur, þannig að... Já. Hugmyndin var, eins og Hannes Halldórs talaði þú veist, hann er rennandi blautur og boltinn er bara breytist bara í eitthvað svona og hanskarnir verða líka bara maukið. Þannig að þetta var basically bara að fá eitthvað grip og þá einhvern veginn virkar vaselíni bara, þú veist, það hrindir vatninu af og býr einhvern veginn til eitthvað svona friction með boltinn. Ég er á heimskull að skilja hvað gerir, en þetta virkar. Þetta greinilega virkar. Ok. En eins og þú nefnir með þykku hanskana, þegar þeir eru blautir, hvað ertu ekki bara með 10 kíló á hendunum? Jú, það var mikið af svona krysta hendurnar og láta drikka úr, sko. Þeir eru mögulega ekki virka allavega í Danmörku þegar rignir á vorin þar, þá náttúrulega bara hella úr fötu, sko. Þá hefur hanskarnir bara verið gagnslausir, sko. Já, einmitt. Þeir eiga þetta örugglega, þeir áttu örugglega aðra típu fyrir rigningu, skilur, ég átti bara einhverja saumatípu. Já, ok. En þú veist, ertu eitthvað, þú virðist kannski ekki mikið verið að stressa á þessu, pælir eitthvað mikið í, þú veist, hvernig hönsku ert í eða eitthvað, er þetta bara þægilegt? Ég er bara að halda mig alltaf bara í sömu hönskunum, sko. Ég á erfitt með breytingar, þannig að ég... Ég tengi svo harkalega líka, sko. Já, þannig að ég reyni alltaf að halda bara í sömu hönskunum, sko. Ok. Heyrðu, ég var að fara í smá sögustund, eða? Ég var beðinn að spyrja nokkra spurninga hérna. Já, ok. Það getur verið eitthvað komið frá okkar besta manni Rúnari. Ó, nei, veit ekki hvað. Við ætlum að byrja á annarri hérna. Já. Nú ætti að setja það í stellingar. Já, ok. Það er víst, þú lentir einhvern mann í vandræðum í tollinum í London og Óli Skúla, sem ég ætla að gíska hafi landsinsskóla, þurfti að tóka eitthvað spotta og berga þér og vandræði. Já, viltu eitthvað deila þessu með mér, eða? Shit, það var vandræðilegt, maður. Komstu að gera það? Já, við vorum þetta var við vorum að spila í Skotlandi og við vorum með nokkuð leiki þar og síðan keypti ég BB-byssu í Skotlandi og ógeðslega gaman með hana og það var alltaf að skjóta alltaf í hótelherbergjunum og ógeðslega gaman og síðan var tekið flugið heim. Og þú bara með hann í töskunni? Í handfærangunum með það? Það er bara handfærangunum? Nei, ég sett hann í töskuna þar sem allir geymdu rakspyrnu sína og þú veist, styrtutöskuna. Já. Smyglaði, setti það þar í og síðan voru bara chillandi á flugvöllinu og þá var einhver gaur sem var á varpinu og kallaði á okkur. Bara, þið U19 landsliðinu? Það bara, já, það
einhver byssa í töskunni. Þannig að ég þurfti að hringja í Ólaskúla og sagði hann að koma með mér hérna upp á hliðinu. Og það voru 2 lögregluþjónar og... Hversu stressaði varstu? Ég var að skýta á mig, sko. Þetta var svo vandræðalegt, sko. Hvað ég hef trú á því að Óli Skúla sé svona, hann hafa svona lúmskaman að þessu. Ef við ættum að gíska, hann reyndur ekki að vera alvarlegur en Sveitin hafi sprungið og hlátur einhvers eftir á. Já, þetta var fyndið eftir á. Þið leiði ekki vel hann inn á moment? Nei, mér lífið að tala um þetta, sko. Já, ég skil það vel. Nei, þetta er fyndið saga. Já, þetta er skemmtilegt. Ég vissi ekki hvert þetta var að fara þegar ég átti að spyrja út í þetta. Ég fekk aldrei að vita neitt meira, sko. Nei, og meinar. Ég vil bara vita Óli Skúla, tollurinn í London. Já, sæll. Herru, sko, þessi reynda frá Rúnari Gíslara, sko. Hvort þú viljið deila með okkur hvað gerðist þegar þú gistir heima hjá Stefáni Jón Friðrikssyni. Jesus Christ. Aftur, ég veit ekkert hvert þetta er að fara og ég veit ekki hvort ég vilji vita það, sko. Er þetta leyfilegt fyrir þáttinn, eða? Á maður að vera faglegur, eða? Það er óþarf held ég, sko. Já, ok, ég bara horfa á linn. Já, þú vilt. Já, ok. Svo bara blurrum við eitthvað. Já, ok. Njútum eitthvað. Sko, ég var nýhættur með kærustinni á þessum tíma. Ok. Og ég var að vinna í Keflavík í vaktavinnu. Og ég bý í bænum og kærastan bjó í Keflavík. Og ég var áður þá alltaf bara hjá henni og létt að fara í vinnuna þá. En í bænum þá flækti þetta smá málin, þannig að ég þurfti að vakna fyrr og allt svona. En þannig að ég ákvað að spyrja Stebba vinn minn hvort ég mætti fá að kista hjá honum. Ok. Og hann segi bara já, allt er góð með það og fer ég að sofa og segja vaknaði bara miðan nóttina bara alveg að drepast í maganum. Og þar enda ég með hæl út allt. Inni hjá honum. Ok. Og Greiði Stebbi. Já, greiði Stebbi. Og greið þú líka. Já, greið, takk fyrir. Nei, okay. Og já, og ég er að þrífa og ég er alveg búinn á því, bara gat ekki þér. Já, ég vil ekki vita meira. Já, ég fór bara aftur að sofa með hælinn á gólfinu. Og síðan vaknaði aftur, bara drepast í maganum og ég ætlaði bara að fara að æla klósið en ég dreif mig á klósið. Og sömulegis þegar ég var að æla í klósettið þá kemur út hinum mig líka. Já, ok. Heyrðu, ég held að þetta sé komið fínt. Þetta er nóg. Ég held að við höfum öll verið þarna upp á okkar versta. Þetta er eitt vanda. Ég hef aldrei verið svona low í lífinu, sko. Nei. Bara gista í honum líka bara. Það var ekki heima af mér, veistu hvað ég meina? Já, 100%. Ég held að við vitum nákvæmlega hvað það kom einar. Ok. Heyrðu, við þökkum Rúnari Gíslara fyrir að biðja þessa spurningu. Þetta var áhugavert. Það var þú varst að ræða golf áðan. Já, golfið, já. Já, það var víst umræða í Dr. Fútból nýverið að leikmenn Keflavíkur sé mikið í golfi. Eða of mikið í golfi. Já. Er það eitthvað sem fyrir taugarnar á þér? Hvað er of mikið í golf? Hvað byrja þar? Ég veit það ekki. Við maður að taka 2-3 hringi. 2-3 hringi? Já, maður getur ekki. 18 hólur sinnum 2-3. Eftir 9 hólur og sinnum 2-3. 18 hringi. Ef við maður að taka 2 18 hólur hringi, það gengur ekki. 36 hólur. Það er of mikið. Okay. 18 hólur, það er bara flott. Okay. En þú veist, ef maður er ekki að golfa á leikti eða daginn fyrir leik, þá þetta var alltaf leið. Okay. Það er það mínum að þið, skilur við. Okay. Já, ég segi ekki neitt, ég er ekki golfari, sko. En ég bara, þú veist, ég hef svo sem heyrt að mönnum sem golfa leikti og það er kannski aðeins öðru sig. Já. Ertu góður í golfið? Já, maður hefur náð fólkinu aðeins niður, sko. Okay. Þannig að... Það er eitthvað sem þú getur íkvæðar að gera eftir fótbolta? Já, þú veist, getur breytt stefna aftur, hætti fótbolta að fara í golfið það? Nei, ég held ekki. Okay. En þú veist, ég hef alveg hugsað, skilur, þegar, þú veist, ef ég skildi meiðast aftur svona, eins og við gerum með crossbandi, þá bara, já, þá fer ég bara í golfið, sko. Ok. Þannig að, en, já, maður hefur náð fólkinu niður, maður er þarna í 10 eða eitthvað. Ertu með leikmönnum þá úr liðinu í golfið? Já, maður er með Stebbi Frikk, maður vinur mér hana. Stebbi Frikk. Maður er oft með honum og síðan ná maður að plata Breka Bakstri í það líka. Hann er alveg sjúkur í það, sko. Ok. Heyrðu, það er eini viðbútt frá Rúnar aftur.
Ég sagði að maður gæti haft það nafnlaust, hann sagði að það óþarfi. Nei, ok. Þetta ég veit ekki, sko, nú veit ég ekki hvort þessi saga með, en spurningin sko hvort að þú og góð vinnur okkar hann Stebbi og Valur Þór Hákonarsson, hvort þið kæmust út úr Reykjavík Escape Room. Sko, já, ég get það örugglega. En ekki með þeim? Nei, ekki þessi tveir hérna. Já, en ef þið þrír saman? Hvað, ég? Þú, Stebbi og Valli Konna, já, við þrír. Kæmust þið saman út úr Escape Room og vinnum bara eitthvað vitleysa? Það yrði hausverkur að vinna með þeim. Ok. Það yrði hausverkur. Ok. Ég hljóma eins og ég sé ekki gáðar, en ég myndi ekki segja það, sko. Ekki tala svona niður. Sko, þetta var svona, það eru hraðaspurningar í lokin. Það sem við erum bara með 10 spurningar, það sem ég væri til að fá þig til að svara eins og þú getur. Ég held að við séum svona búin að fara yfir víðan völl í öllu öðru. Það er kannski bara hraðaspurningarnar eru, já, ég segi bara að svara mér eins vel og hratt og getur. Eru það hraðaspurningar núna? Já, ég held að við endum bara því. Já, ok. Bara fínt. Ok, blott. Hvað borðar þið fyrir leik? Ég segir ána. Hvað borðar þið eftir leik? Hvað er uppáhaldsmatur eftir leik? Uppáhaldsmatur eftir leik? Og mátt velja pizza? Eitthvað sérstök pizza? Dominos pizza, meat and cheese. Ok, bara gamalt. Ok, áttu þér eitthvað uppáhaldsstað í heiminum? Uppáhaldsstað í heiminum? Já, bara þú mætti velja að fara í frí eitthvað staðar, hvort þú viljið bara vera heima höfður, ég veit ekki, þú mátt velja hvað sem er, sko. Maður líður alltaf vel í Keflavík, sko. Ok. Við erum þessi spurning kannski verða minna relevant, eftir rólega, hver vinnur HM? Spátt. Besti markmaður í heimi í dag? Í dag? Já. Það er góð spurning. Ég myndi segja David Raya. Ok, besti markmaður allra tíma? Iker Casillas. Ekki ná ég? Iker Casillas. Ok. Sko, ég veit ekki hvort þið allir samherjar. Hvað þrjá samherja væri til að sjá í Survivor? Sem? Í Survivor þáttunum. Hver er það? Hvað þrýr samherjar? Samherjar. Já, samherjar. Það er þetta vonu að vita hvað Survivor er? Já, Survivor, já. Okay. Hvað vil ég... Hvað þrjá myndir vilja senda í Survivor? Og sjá í sjónvarpinu í Survivor, skilur við? Sko, ég myndi vilja sjá vinnubröðin á Sindra Snæ. Ok. Hvað er það að stinga fólk í bakið? Nei, ég held að hann eftir að gera góða hluti. Bara ná að halda sér á lífi, sko. Ok. Síðan myndi ég vilja sjá Davíð Helga. Ok. Eitthvað ástæða fyrir bara sjá hann í þig? Hann er bara fyndinn og það væri gaman, þetta var gott TV, sko. Ok. Og hver annar? Ég væri til að sjá hann Alfa Conte. Já, það getur verið bara. Það væri skemmtilegt, sko. Áttu eitthvað uppáhalds hljómsveit eða tónlistamann? Tónlistamann myndi ég segja Don Toliver. Sko það er? Nei. Njú. Hann er uppáhaldið núna. Ok. Uppáhalds markvarsla þín eigin? Markvarsla? Já, stök markvarsla frá þér. Svo þú bara, ef þú ættir að velja uppáhalds markvarsluna hérna. Fyrst þetta poppar í hausnum þegar ég varði víti og maður sofi móti Leikni. Það var þetta 0-0 leikur. Þannig að maður bjargaðist í. Ok. Og áttu eitthvað uppáhalds markvarsla allra tíma? Allra tíma? Bara, þú veist, ein markvarsla sem getur horft á aftur og aftur. Ekki frá þér, bara frá hverju sem er. Nei, ég held ekki. Okay. Ekki því fljótu bræði, sko. Okay. Mín er Petr Cech á móti Hollandi á EM 2004. Já. Þegar þú ert einsás, vantanlega, ekstra þar. Já. Eitthvað svona full stretch markvarsla. Ég er með hana bara á repeat í hausnum á mér. Já. Já. Ekkert? Nei. Það er allt í lagi, sko. Já. Það hraðspurningar, það kemur ekki upp. Já, ég mun örugglega. Þú finnur eitthvað TikTok á eftir. Já, ég myndi svara þetta eftir viðtali. Já, podcasti. Herðu, takk fyrir mig. Já, bara takk sem leiðis. Og gangi ykkur vel í sumar. Já, takk fyrir það. Ég segi takk fyrir okkur og þangað til næst. Já, sjáum, hless, fín. Takk í dag. Bye bye. Herðu, þetta skreið.